Ja, þá hérna fyrra hollið okkar farið, það reyndar ekkert holl á eftir, það kemur hér Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, þú ætlar að tala það. Þetta var með þetta skemmtilegt samtal hérna áðan. Já, þetta var það. Ólík afstaða í pólitík svolítið. Já, hjá þeim öllum eða svona, það var sko eiginlega engin sammála. Nei, Ása í stjórninni og svo eru það eiginlega sko sikkur endin á stjórnaraðstöðunni mörgu leyti, Sigríður og Halla. Já. Þeir eru, og meina Halla hefur talaði alltaf við þessi í málþófun og fleira svona annars konar taktík í... Já. Kannski hún var ekki svo virk í málþófunu. Hún sagði það að tala 4 sinnum tiltekið mál. Já. Í orku og auðlindamál. Já, það svona... En svo Sjálfstæðisflokkurinn sé eiginlega að velja kannski að fara þá leið sem hún hefur talað fyrir. Já, það lítur út fyrir það núna, sko. Já, ég veit að þetta var þessi setning sem að Ólafur sagði, nýr þingflokksformaður. Já. Flokkurinn myndi ekki svona reyna að slá ykkur met í málþófi. Nei. Og hann meinar það sem hann segir og hann ábyggilega þau eru búin að ræða saman hvernig forystaflokksins á að koma fram væntanlega núna á næstu vikum. Við bendum á það var sérstakt til dæmis að Guðrún Hafsteinsdóttir sjálf var að taka þátt í málþófi. Já. Það var margir sem bentu á það að það veri kannski ekki svona... Nei, formaður ná ekki að gera. Það á ekki að leggja svo lágt. Það bæði, getur verið hort á það sem svona áferð, en það líka hægt að horfa á það þegar allt þrýtur og þá þarf að semja í málþófinu og þá betra að sá sem að semji sé ekki sko blóður upp á öxlum einhvern veginn. Já. Það er oft. Nei, þetta verður þetta er eina breytingin svo sem á þinginu í vetur, það er þessi nýr þingflokksformaður hjá Sjálfstæðisflokknum, annað verið stóbreytt. Halla tók ekki undir það að það væri forystuskipti í Framsóknarflokknum framundan? Nei, hún sagði Sigurður Ingi formaður, eins og þeir segja alveg. Já, ég geti googlað það, ég sé að henni formaður. Já, við vissum það fyrir. Já, það er þessi, allir Framsóknarmenn tala varlega þegar þeir verið að tala þetta með stjórnflokksins. Já. Og hafi komið fram hér að hann mun vera búinn að fara mjög víða og tala við Framsóknarfólk land allt. Já. Og hvað heldur hann sé að reyna að tryggja stöðu sína eða heldur hann sé að reyna að meta það með hvaða hætti megi breyta forystunni þannig að það sé samstaða innan flokksins það? Já. Til að segjum að það er bara skellt á með kosningu núna, þá myndi ég halda að Halla og Lilja myndi báða reyna. Já. Ásmundur Einar er eiginlega horfinn. Já. Hefur eitthvað heyrt í honum? Nei, ég svo mynda árum á einhver íþróttamóti bara. Já. Hann hefur ekki... Nei, ég hef ekki séð neina greinar eftir hann eða... Willum hætti og fór í íþróttarhreyfinguna. Já. Því að þeir voru báðir nefndir sem svona mögulega menn sem höfðu metnað til forystu. Já. Þannig þær eru þá eftir Lilja og Halla sem oftast er nefndir. Nú er það í fyrsta sinn sko sem að formennska í íþróttasambandinu er launuð. Þannig að hann er í fullu starfið þar. Þannig að það er ólíkt að hann fari úr því yfir í einhverja óvissu í pólitík. Maður veit aldrei. Nei, ég segi bara það, ég veit ekkert. Hvað hann er að hugsa? Ég er að reyna að rifja upp hvort það hefði verið eitthvað dæmi það. Hvort að Albert hafi verið í einhver staðar og farið svo í pólitíkina, ég man það bara ekki. Eða Ellert. Það var náttúrulega formaður KSÍ. Herðu, en það er þingvetur framundan. Já. Ég var að senda á einhverja formenn, hvort það verið til að koma hérna. Datt í huga að við getum gert það svona, ekki kannski alveg alla í röð, það veit ekki mikið 6 sunnudag í röð þar sem við erum með formannsviðtöl, en myndum hafa einhver. Já. Svona, við dund okkur við þetta fram til jóla. Hefur þið fengið svör? Já, svona einhver á leiðinni, það er erfitt að finna tíma og þetta er náttúrulega líka að við erum á, kannski ekki við formin ekki ráðherran allavega, að það er svona, fólk er að lenda eftir sumafrí. Já. Þannig að kann að breytast þegar þingið kemur saman. Þingið byrjar. Heldur þetta verði, það er eitt sem að, það er náttúrulega fjárlögin er mjög spennandi. Ég held að það verði meiri niðurskurður heldur en margir myndu vilja sjá. Já. Og minni ný skattheimta.
Ég held að þetta verði Viðreisnar frumvarp. Já, en það eru þeir með ráðuneytið. Öll tögl þar. Það annað sem að maður ætti að fylgjast með væri það hvort að þau mál sem að döguðu uppi, sem mörg voru óumdeild, en þau döguðu uppi út af málstofunu, hvort að ríkisstjórnin ætla að setja þau framarlega á dagskrána og afgreiða þau hratt fyrir jól. Já. Það væri nú ágætt, sko, þetta kom ekki alltaf í vorinn, þetta er... En oftast er það þannig, sko. Já, sérstaklega náttúrulega núna þegar ríkisstjórnin tók það sent við, sko, að þess vegna var, sko, vorþingið svona, og svo náttúrulega þetta mikla málþóf. Já, en ég held að almennt það var oft, svo veist, á vorin sjá menn eftir, málum sem að höfðu náð langt, þarf að byrja aftur á byrjunarrit, en svona í minninu hjá mér allavega vera þannig að það er mjög sjaldan sem að tekið eitthvað svona gangskur í því að afgreiða þá fyrir jól, ég man ekki eftir. Það er að koma fjárlögunum í gegn og það eru oft svona stórmál sem það er að afgreiða. Bandormurinn. Óhjákvæmilegt, sko, þannig að það hefur tekið svið, þannig að við munum vera á tánum varðandi þingið og greina frá ýmsu sem það er gert og sagt. Já. En ríkisstjórnin stendur traustu fótum. Já. Það virðist vera góð samvinna þar inni. Já. Flokkarnir njóta velgengni í könnunum nema Flokkur fólksins. Og það er kannski að því að við höfum nú verið að segja og benda á það eins og Ólafur Þ. Harðarson og fleiri að kannski þótt að Flokkur fólksins mælist svona lár í könnunum að þá er kannski ekki sama taugaveiklunni þar inni eins og í öðru flokkum. Vegna þess að reynslan hefur verið svo að Flokkur fólksins nær betri kosningu heldur en kannanir segja til. Hins vegar held ég við verðum að benda á að flokkar líkir Flokki fólksins sem er þá þjóðarflokkurinn í Danmörku, framfaraflokkurinn í Noregi, að þeir tapa meir en aðrir á ríkisstjórnarsamstarfi. Að þetta eru oft flokkar sem er ekki Eiríkur Bergmann sem kallar þetta áskoranda flokka, sem eru flokkar sem að koma svona og er að gagnrýna samfélagið og vilja vera mikla breytingar og inni í kosningarstefnu þeirra er oft stór loforð. Þetta er þá flokkarnir sem að svíkja meira. Og kemur í ljós að þeir náðu þess ekki í gegn í ríkisstjórnarsamstarfi. Þannig að ég myndi, ég er ekki að hafna söguskýringu Óla Þ. Harðar, en ég myndi benda á að ef þú horfir í kringum okkur, að þá allstaðar þá hafa þessi flokkar lent í meiri vanda í ríkisstjórnarsamstarfi heldur en allir hinnir. Þetta verður forvindilegt. Já, að fylgjast með því. Svo erum við náttúrulega að fylgjast með Sjálfstæðisflokknum, hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir nái töku á flokknum, hvort að hún nái því þannig að verða óumdeildur leiðtogi innan flokksins sem hún er ekki í dag. Nei. Hún er það ekki. Það er eins og allir láta eins og hún sé að sækja vinnu. Það er ekki eins og hún sé búin að fá hana. Hún þarf að sanna sig með einhverjum hætti. Sama með varaformanni, það er Jens Garðar, hann er alveg þagnað eftir málþófið. En það er náttúrulega að vera varaformaður er kannski óljósara hlutverk. Í gamla daga, í mörgu flokkum var varaformaðurinn oft átt að sjá innra starf, en ég held að það hafi ekki verið þannig í Sjálfstæðisflokknum áratugum saman. Þannig að hann er bara svipað varaforseti Bandaríkjanna, hann er það bara ef formaður fellur frá. Þannig að hann hefur ekkert svona sérstakt hlutverk og ekki rítarinn heldur. Bæði í nýju, sko. Myndi vera með eitthvað áallanir til að flokkurinn bara hyrfi ekki úr umræðinni í margar vikur? Ég myndi halda verkefni þeirra að ná einhverju viðspyrnu fyrir Sjálfstæðisflokkinn sé eiginlega ekkert minna heldur en til dæmis forystu Framsóknarflokksins að berga lífið sínu. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn verður í vetur eiginlega, þetta er svona eins og sagt do or die, þau verður að ná einhverju viðspyrnu í stjórnarandstöðu ef þeir ætla ekki bara að halda áfram og láta þjóðin að venja sig við það að Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 17% í skoðanakönnunum. Nú kemur Gallup könnu væntanlega á morgun. Já, ég man ekki að stundum þegar það er mánudagur þá held ég að þetta geti dottið einn dag, en líklega kemur hún á morgun. En ég held að verði engar sérstakar breytingar þar. Nei, maður býður svona skoðar þetta að kemur. Ég held að sé það er Samfylkingin er á siglingu, Viðreisn er að ná Sjálfstæðisflokknum. Já, styrki sig, svona eilítið er ekki að missa fylgi.
Flokkur fólksins missi fylgi að því að virðist bara mest til Samfylkingarinnar. Og svo í síðustu könnunum þá hafa allir stjórnarandstöðuflokkarnir verið að frekar að tapa. Ef maður tekur frá kosningum. Ég held að það verið í maskinu síðast og þá misti hverður einn þingmann. Og það ábyggilega ástæðan fyrir því að hún velur Ólaf Adolfsson að hann með svona höfðis ásýndi eitthvað og sem þingflokksformann til að rífa flokkin upp úr því hjólfæri sem hann var í. að reyna að búa til einhverja svo samheldnari heild en þú býr til samheldna heild utan einhverja stefnu eða einhverja taktík, þannig að við höfum eftir að sjá kannski stefnuna og taktíkina. Ég held að það er ekki alveg augljóst hvað Sjálfstæðisflokkurinn vill í lífinu, sko. Nei. Þannig að svona æðsta stjórn Sjálfstæðisflokksins að það er lítil þingarinsla baki. Já, og svo er það náttúrulega, ef við horfum sögulega, að þá er þessi fórusta með sérstakara verkefni heldur en fórustan hingað til, þar sem út annars vegar með miðflokkinn, öðrum megin við þig, og Viðreisn hinum megin. Í báðum flokkum er bara hellingur af sjálfstæðisfólki, Sigurður Andersen í miðflokknum og mikið af fólkinu þar er á rætur eiginlega fleiri rætur í Sjálfstæðisflokknum heldur en í Framsókn í miðflokknum. Og Viðreisn þótt að sé alltaf að tala um það að þeir séu nýr flokkur og séu ekki klofningsflokkur úr Sjálfstæðisflokknum, þá er það þannig að til þess að þingmönnunum að þá er eigaði rætur í Sjálfstæðisflokknum náttúrulega formaðurinn, formaður þingflokksins, Pavel, Sigríður Þorbjörg, var hún ekki í Sjálfstæðisflokknum? Jú, og þetta er meira og minna úr Sjálfstæðisflokknum, sko. Þannig alveg saman hvað þau segja, sko, því að þau eru að skapa rými fyrir þá sem er ekki, sko, lítið ekki svo Sjálfstæðisflokk, að geta valið Viðreisn. Að það gerir stöðu Guðrúnar Hafsteinsdóttur og fórustu Sjálfstæðisflokksins miklu erfiðari heldur en þeir sem hafa verið að stýra flokknum hingað til. Því að ef þau halla sig hingað, að þá segir fólk eins og sömuleyti fannst manni gerast í sumar, af hverju ætti ég að velja Sjálfstæðisflokkinn ef hann hegða sig bara eins og miðflokkurinn, af hverju velji ekki þá bara the real thing sem að væri þá miðflokkurinn. Og svo ef það er hinum megin eða alltaf vera svona frjálslindari og svona, þá ertu með Viðreisn. Það getur vel verið að svona kjörlendi Sjálfstæðisflokksins sé að þorna upp. Fylgjast einhvern veginn með því. Ef ekki að fara að skipta það er smá vesin á okkur að samstöðin er náttúrulega fátæk sjónvarpsstöð og við erum að halda hér úti sjónvarps- og útvarpsstöð og við erum ákaflega að fá og við erum að byggja á veikri tækni. Það er smá bílun hjá okkur sem að snertir þau sem eru að horfa á okkur á YouTube og á Facebook. Við þurfum að rjúfa útsettinguna, þannig að til þess að horfa á viðtali við Hörð að þá þurfum við að finna straumin okkar aftur. Við byrjumst velvirðingar á þessu en þetta er bara óviðráðanlegt og furðulegt að þetta kom ekki fyrir oftar hjá okkur, einhverja svona tæknilega bilanir, því að við erum ef ég myndi segja ykkur frá því á hvaða tækni við erum að keyra og hversu mörg við erum, að þá myndum við ábyggilega hlæja í viku ef við verðum að bera okkur saman við aðrar sjónvarps- og útvarpsstöðvar á Íslandi. En ef þið vilji hjálpa okkur að styrkja okkur, þá getið þið gerst áskrifundur, það er margir gert það sem að telja að samstöðun sé mikilvægt fyrirbrigði í samfélaginu og hafa bæst í hóp þann vaxandi hóp sem styrkir okkur. Getur þá farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það framaldi þetta að liggja uppi. En þið sem eru að horfa á okkur í útvarpi, nei, það er ekki að horfa á okkur í útvarpi, þið sem eru að hlusta á okkur í útvarpi eða horfa á okkur í sjónvarpi, að þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur, það er bara þið sem eru að nota Facebook og YouTube að nú rofnar útsettingin en þið finnið þráðinn annars staðar fljótt. En þið sem eru að hlusta í útvarpi eða horfa í sjónvarpi þurfum engar áhyggjur að hafa. Framundan er viðtal við Hörð í Landsvirkjun og Sigurður, þú ætlar að taka það. Já. Takk fyrir í bili, sjáumst á morgun, segi ég, 8:00 þegar fréttir samstöðurnar verða sagðir hér. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.